komið sælir kæru hlustendur, þetta hlaðvarpið Litli mannakúturinn, ég heiti Gunnar Ásgeirsson. Í þættinum í dag þá ætla ég að ræða við hana Katrínu Alexöndru Helgudóttur, en hún fór í hjáveitu gennum klíníkina í apríl í fyrra. En Alexandra sjúkraliði hjá bráðamóttökunni hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Ég minni svo henni aftur á netfangi mitt gunsi@gunsi.is ef að þú vilt koma til mín einhverjum upplýsingum eða hafa samband hreinlega til þess að segja þína sögu hér í þessum þætti. Og svo má það svolítið alltaf heyra í mér líka á Instagraminu gunsi.is. En hér er sagan hennar Katrínar Alexöndru Helgadóttur. Katrín Alexandra Helgadóttir, hver er manneskjan? Vá, þetta er svo stór spurning en ég held að ég myndi segja þrennt fyrst. Þá er ég náttúrulega mamma, eiginkona og svo er ég sjúkraliði, vinnandi á bráðamóttökunni hérna HSU og Selfossi. Mér finnst ég samt vera svona bara eitthvað svona stelpukona samt sem að er bara svona í leit á sjálfri sig held ég. Þú veist. Ég held að það sé erfitt að segja bara eitthvað svona hver ertu og maður finnur bara eitthvað svona nákvæmlega getur pinpointa bara svona hver maður er en ég er allavega er 35 ára og á 3 börn og er gift, bý hérna á Selfossi og er bara í jobbinu sem mig langar til að vinna við og já, bara sátt með hvar ég er í lífinu í dag. Bráðamóttökan, ég hefur strax eftir því gengur alveg að halda skipulagi á mataræði og svoleiðis á slíkum vektum. Oh my god, nei. Það er nefnilega akkurat það sem ég held að ég hafi hræðst sko hvað mest. Það var þetta, þú veist, eftir aðgerðina, taka 20 til 30 mínútur í að borða, tyggja hægt, bíða á milli bita, það bara gengur stundum og yfirleitt bara mjög illa, þar sem að ég er eini sjúkraliðinn á vakt á hverju sinni. Já. Og þú veist, eins og við vitum, slys gera ekki búið undan sér og það geta komið útköll og sjúkrabílar og þú veist, fólk getur fallið yfirlið og allt uppið það bara deyja skilur á vakt og maður er ekkert að stoppa það bara til þess að geta borðað sko. Nei, nákvæmlega. Hvenær svona manstu eftir því að ofþyngd var orðið vandamál? Sko, ég held að hafi verið bara svona í kringum bara unglingsárin og ég man, þú veist, svo vel eftir bara fyrst ég var að fá pening eins og þú veist í unglingavinnunni að vera bara að labba út í Krónu og kaupa mér Snickers og þú veist, og fara og kaupa mér ís og ég held svona að þá hafi í raun og veru svona eitthvað klikka bara, þú veist, þessi sjúka ást einhvern veginn í mat. En já, ég held að það sé svona í kringum unglingaárin, þú veist, og þá náttúrulega byrja ég líka að fitna og þú veist, þetta er viðkvæmur aldur og það er gert grín að manni og þá vissi ég svona að þetta er að fara að vera eitthvað vandamál, sko. Já, segir að þegar þú kemst að þennan aldur og getur farið sjálfa að kaupa þér, var búið að vera svona á undan, eitthvað svona bannlisti, var ýmislegt að bannað og svo þegar þú fékkst frelsið þá keyptir allt sem þig langar í, eða? Já, þú veist, ég meina heimili mitt var svona frekar svona strangt heimili, eða þú veist, maður þurfti alltaf að spyrja, þú veist, má ég fá þetta og þú veist, það var ekkert eitthvað bara labbað, þú veist, í skúffuna og tekið sér upp bara það sem manni langaði í, sko. Og ég var líka bara ótrúlega mikið svona rebel krakki og fannst bara heimurinn vera á móti mér og ég ætlaði að vera á móti heiminum og var svona bara að reyna einhvern veginn að finna bara svona mína eiginleið til að vera bara, já, finna út í raun og veru kannski bara svona hver ég var einhvern veginn. Já, einmitt. Þannig að svo þegar þú fær þá frelsi til þess að bara geta keyptir það sem þið langar í, þá er það þá svona sem að, hvernig maður orðað, missir einhvern veginn tökin? Já, algjörlega 100% og bara, þú veist, að vera að fara, þú veist, og ég skilur að passa mig, þú veist, ég meina, ég fór til búð og keypti mig Snickers og þú veist, kók og eitthvað og drakk það bara fyrir utan búðina og hendi þær í ruslatununa og labbaði svo heim, sko. Já, einmitt. Þá byrjaði maður svona strax líka svona að fela sporin sín, sko. Já, nákvæmlega, bara svona eins og góðum fíkli sæmir. Já, algjörlega 100%. Já, sko. Einmitt. Ég spyr nú svolítið alltaf að við líka í þessum þáttum, en þetta er svona farið að verða svolítið svona sama svarið sem maður fær, en þú lítur að kannast við það að hafa orðið fyrir einhverjum
fordómi vegna þyngdar? Já, alveg, ég hef samt, það eru margir sem að tala að hafa orðið fyrir fordómum, hjá læknum eða í einhverju fatabúðum, ég var aldrei þar, ég held að ég hef kannski fundið svona mest fyrir þessu, þegar ég var unglingur í skólanum, Já. En ég hef alltaf verið týpan, mér hefur alltaf fundist ég bara ógeðslega sæt og sexy og ég hef alltaf bara verið í bara þröngum fötum og alltaf bara einhvern veginn svona bara borið höfuðið hátt og verið sátt bara með sjálfa mig og það en það var svo bara var komið að því að það var bara ekki nóg, þetta var bara að fara að vera hættulegt og ég þurfti bara eitthvað miklu meira inngrip heldur en að geta verið bara eitthvað sátt í eigin skinni, það var einhvern veginn ekki alveg að fara að gera sig Já, einmitt, og þegar þú segir þurftir miklu meira inngrip, þú ert væntanlega bara eins og allir búin að pröfa allir þessi kúrar og hvað þetta allt saman heitir? Já, keto var svona mitt aðal og ég og maðurinn minn vorum að keto svona af og til í 3 ár og ég gerði það vel og missti fullt af kílóum og var bara orðin bara mjög fín og flott en þetta bara, ég nenni bara ekki að lifa svona lífi þar sem að, ég þarf bara alltaf að vera að banna mér, og ég man bara því ég tók þessa ákvörðun bara að hætta á keto, bara það að geta fengið mig bara banana, ég var ekki búin að bara banana í 3 ár. Já, nákvæmlega. Og það ekki líka þannig, þetta bara svona nákvæmlega sem þú talaðir í upphafi að þú svona pínu misti tökin þegar þú mátti fara að kaupa þér hvað sem verður ekki allt bara miklu erfiðara þegar eitthvað bannað? Jú, 100% og ég bara predika það rosalega mikið í dag bara, það engin dagur 100%, það engin sem fullkominn og það, við erum ekki bara bara að borða, fullkomin mat á hverjum einsta degi og bara, það bara blóm í bakgrunni og allt lífið í svarthvítu og þetta bara ekki svona glansmynd eins og margir halda. Nei, nákvæmlega. Og ég eins og fólk talar bara, lífið bara gerist, það og það getur ekki alltaf allt verið fullkomið alltaf, maður hugsa þetta meira sem lífstíl, það er þá væntanlega kannski þú búin að tilengja þér. Algjörlega og bara og líka þegar ég tók þessa ákvörðun að fara í aðgerð, það er svo margir sem að tala að við séum að fara í aðgerð bara fara í aðgerð og vera svo bara að hauja og slanka eftir 4 mánuði þetta bara svo miklu meira einhvern veginn, á bakvið, þetta gríðarleg lífstílsbreyting sem að maður í raun og veru bara svona að forsa einhvern veginn inn á sjálfan sig með því að fara í þessa aðgerð. Já, einmitt og hvenær varstu búin að pæla í þig lengi svona aðgerð, þetta hversu kom svona snöggt yfir þig? Já, þetta kom mjög snöggt, ég ótrúlega hvatvís og ég bara, ef mér langar eitthvað þá bara þarf það að gerast helst í gær og ég hef alltaf var alltaf á móti þessum aðgerðum og var ein af þeim sem að fannst í mitt bara fólk sem að fóru svona aðgerð vera bara að taka the easy way out en svo fóru nokkra vinkonur mínar í svona aðgerð og þá svona byrjaði ég að sjá þetta aðeins svona í öðru ljósi en svo var ég bara, ég meina heilbrigðismenntuð skilur og vinn með fullt af fólki sem búið að fara í svona aðgerð og svona þannig að ég kynnti mér þetta bara sjálf og talaði bara mikið við bara minn lækni ég var náttúrulega líka búin að prófa þarna saxenda og allt það, en þá bara ákvað ég bara, nú fer ég í þessa aðgerð, bókaði tíma hjá Aðalsteina klínikinni og bara labbaði inn og sagði bara, ég komin til að bóka mig tíma í hjáveitu. Og hvað segir Aðalsteinn þegar það komið bara inn ég ætla að bóka mig tíma í hjáveitu? Hann náttúrulega, vildi fara yfir hvernig þessi aðgerð væri framkvæmd og hvort ég vildi skoða ermi og ég sagði bara nei, ég búin að kynna mér þetta allt saman og þú þurft ekkert að fara með mér yfir þetta. Ég veit að ég að fara í hjáveitu og ég ætla bara að fá að bóka tíma og bara allra fyrsti tíminn sem þú getur gefið mér þá verð ég mætt. Já. Þannig að ég var mætt hana einhverjum 6 vikum seinna. Já, það svoleiðis og ég spyr nú á fólk ofta því af hverju það hefur valið aðgerðina sem það valdi en þú bara þekktir þetta og þetta var nóbrennir. Já og líka bara, ég greinst með magasár 2012 og bara, hefur verið á lyfjum bara síðan ég man eftir mig bara við miklu bakflæði og svona þannig að ermin náttúrulega bara kom aldrei til greina en þó svo ég hefði ekki verið með bakflæði eða greinst með magasár þá hugsa ég hefði samt sem að valið hjáveituna bara út frá bara rannsóknum sem hafa verið gerðar og svona
Þannig að mér leist miklu betur á hjávituna og var bara staðráðin í því að ég væri að fara í hana. Já, einmitt. Og þegar þessar ákvörðin tekin, gaf hann þið bara tíma í sama viðtali eða? Já, hann sagði mér að fara heim og hugsa málið. Ég sagði bara já, en svo senda mér póst eitthvað deginum eftir og spurði hvert ég var búin að hugsa það. Ég sagði bara já, ég er ennþá þeirri skoðun, ég er að koma í hjávitu. Og hvernig fer þetta fram? Sendir hann þið bara einhver gögn í tölvupósti eða? Já, og fáum alveg bara mjög ítarlegt. Ég held að ég var með þetta flettis upp bara núna, bara fyrir nokkrum dögum, þú veist, þessum tölvupóstum frá honum og ég meina þetta eru 55 blaðsíðna bæklingur þú veist, svona complications og mataræði fyrir og eftir aðgerð og bara, þú veist, allt frá því bara líka hvað átt að pakka niður í spítala, sko, áður en þú kemur í aðgerð, sko. Já, einmitt. Og áður en þú kemur í aðgerð, segir, manstu eftir aðgerða deginum? Svona... Já, ég, mæti hana bara snemmi morguninn, maður minn kom með mér og ég held að við komið mest á óvart, sko, var að þegar að, ég var að fá þess að svæfingarlyfið, þú veist, þá var ég sko ströppuð niður á bekknum og mér fannst það svo skrítið að vera, þú veist, óluð einhvern veginn niður. Já. Og margir tala sko, þú veist, að þeir muna, þú veist, að því að þetta er raun og veru lýs og ferð og eftir að vakna bara, þú veist, eftir eitthvað 3 tíma, en þú veist, ég ranka bara ekkert við mig bara fyrir eftir sko 6 klukkutíma og ég man ekki svona eftir að hafa farið af skurðborðinu sko í hjólastól og verið rúlluð fram í vöknun og flestir muna eftir því sko. Ég myndi ekkert eftir því sko, en ég man bara, ég vaknaði og ég hef aldrei á ævinni upplifað annan eins sársauka, ég bara stóð á orginu sko og það var bara, veist, ég var bara sprautuð niður með þetta saman sko. Já, og hvernig þá? Bara í þessum skurðum eða því? Nei, ég fekk svo mikla þessi loftverkir, þú veist, þetta var bara hræðilegt sko og ég mitt segja alltaf að fólk sem að tala við mig sem eru á leiðinni aðgerð, þá er ég bara, þetta er bara must have, þú veist, fyrir daginn ef þú ætlar að komast í gegnum ef þú færir loftverki sko, þú veist, það er bara, þú veist, þetta er bara ómannúðlegir verkir. Já. Maður er núna heyrt að þetta geti verið sársaukafullt en svona mikið þá, þetta er svona pínu nýja fréttir fyrir mér en þetta sé alveg bara á sérsta orginu. Já, ég bjóst alls ekki við þessu, og þær voru mig líka bara mjög hissa, þær hjúkrunarfræðingarnir á klínikinni sko, en sem betur fyrir, ég held líka bara að ég hafi rugluð, þú veist, ég hef búin að droppa niður í mettun og var komið með súrefni í nös og, þú veist, ég veit ekki, og var líka bara eitthvað rugluð og, þú veist, bara svæðingi fór bara ógeðslega illa í mig líka, þú veist, það var bara ógeðslega blökurt og það var bara, já, ég var ekki upp á mitt besta allavega þannig að því ég vaknaði. Var eitthvað svona, hvað ég segja, saga það þegar að svæfingar fara illa í þig eða eitthvað þannig? Já, þú veist, en bara þá, þú veist, að ég er vön að kasta upp, sko, ef ég er svæfð, en ég var nú búin að biðja að fá, þú veist, ógleðistillandi, ég veit ekki hvort að þær hafa bara eitthvað glemt sér þar, en ég fekk það svo bara þannig þegar ég vaknaði, sko. Og þannig að svona algjörlega fyrsta vöknunin og þetta þegar þú vaknar upp, þá líður þér ekki vel, en svo náttúrulega bara ferðu heim og svoleiðis. Og hvernig eins og við komum inn á áðan, þú ert að vinna á bráðadeildinni og ég veit alveg þú hoppar ekki vinnuna daginn eftir, en hvernig voru svona fyrstu dagarnar og vikurnar eftir aðgerðina þegar þú ert komin heim? Sko, það gekk alveg ótrúlega vel. Ég var að vísu með þessa loftverki í 2 daga, en ég var bara ótrúlega dugleg. Ég bara strax á degi númer 2 var ég komin bara út, bara að labba, bara gekk bara út götuna, aftur tilbaka og byrjaði svo alltaf bara að auka við mig bara dag eftir dag. Það gekk bara rosalega vel strax að koma niður vökva, þannig að ég átti aldrei neinum vandræðum með það, sko. En svo bara inn á milli þá eiginlega bara, já, var ég að drekka piparmyntute og lá mig hitapoka bara yfir mér til að reyna að lina þessa loftverki, sko. Já. Og þeir hafa þá verið, þeir voru ekkert að hverfa þarna bara fyrstu dagana? Jú, ég var með þessa verki, sko, í fyrstu 2 dagana. Já. En það talaði svona, þú veist, að hreyfing hjálpi til og alls konar svoleiðis, þannig að ég var alveg dugleg, þú veist, einmitt að bara reyna að koma með strax að stað, sko, ég fara að ganga smá og svona. Já, nákvæmlega. Og þetta, hvernig gekk að koma niður, já, vökva, þannig að á fyrsta tímabilinu, vökva tímabilinu?
Sko það gekk bara ótrúlega vel, en oh my god, þetta var hræðilega erfitt tímabil. Ég bara, og það tala sko, þú veist, klínikin talar að maður eigi að vera í 2 vikur sko á liquid sko, en ég ákvað að taka bara 10 daga, af því að ég bara gat ekki meir. Allt í einu var ég bara komin út á pall og var byrjað að sleikja Doritos snakk sko. Þannig að, en það var samt svo sem alltaf læg. Ég veit að það eru aðra klínikur út í heimi sem að mæla með viku. Já. Þannig að þetta svona frá, mér fannst 10 dagar bara vera alveg nóg sko. Já, nákvæmlega, og mjög tímabilið var þá bara veisla, eða hvað? Það var algjör veisla. Fyrsta sem ég fekk mér þegar ég var byrjað að mauka, það var blokkfiskur. Og það bara, þetta var bara besta sem ég nokti að smakka sko. Já, einmitt. Sko, þú ferði í apríl í fyrra í aðgerðina og bara, það er ekkert lókið að sjá það út að þetta er bara rétt fyrir sumarið. Á sumrin eru grillveislur og alls konar. Ég nefnilega fór líka í mína aðgerð í apríl, reyndar 2019. Hvernig var það að fara inn í sumarið nýbúin í svona aðgerð? Sko, mér fannst það ekkert eitthvað big issue, sko. Ég var bara svo ógeðslega fegin bara, þú veist, að ég hef farið í þessa aðgerð og ég var bara svo fegin að ég hef tekið þessa ákvörðun bara að breyta lífinu mínu og ég var bara svo tilbúin í þetta allt saman. En svo í júlí þá förum við sérst í bara 2 vikur til Tene. Já. Og það var svona smá challenging að vera á Tene nýbúin í aðgerð, sko, þú veist, að vera að passa, þú verður að drekka nóg, þú veist, það var náttúrulega svo ógeðslega heitt, sko. Og einmitt þetta, þú veist, að vera að fara út að borða, skilur alltaf í hádeginu og kvöldin, þú veist, og geta ekki, þú veist, drukkið og borðað á sama tíma, þú veist, það var mjög challenging. Já. Þannig að þetta var svona, það var svona smá, svolítið erfitt, sko. Og eins og þú talaði sjálf þú þekktir þetta vel, vissir hvað þú varst að fara út í og fékkst að auki alls konar fræðslu frá klíninginni, en svona eftir á hyggja var svona annað kannski loftverkinu, var eitthvað sem kom ávart, eða svona sem þú bara sást ekki fyrir, eða? Nei, ég held sko, þú veist, það eru ótrúlega margir sem spyrja mig með þessu, bara þú veist, hvað var það sem kom þér mest á óvart? Og þú veist, ég er alltaf með sama svarið þegar fólk spyr mig, það er bara, ég held að þetta myndi þú veist, árangurinn myndi koma sko miklu, hann mikið hraðari og ég meina nú er ár frá minni aðgerð, ég er búin að missa 32 kíló sem er náttúrulega bara frábær árangur og en margir, þú veist, ég var alltaf að bera mig saman við aðra, bara býtu þessi, ég er búin að missa þetta bara 50 kíló, bara halvu ári, þú veist, bara af hverju, þannig að það var það sem kom mér óvart, af því að ég var alveg bara svona, já, þetta verður gett næs, ég fer bara í aðgerð og svo bara verð ég bara í bikini, ég verð bara hói og slank og Tene bara 2 mánuðum eftir aðgerðina og ég held einhvern veginn bara að þetta yrði allt öðruvísi, sko, en já, þetta var ekki alveg eins og ég held mér. Já, og vildir meiri árangur strax, en svona ári frá aðgerð, finnst þér ég veit ekki hvernig ég orða, hefur verið búin að missa eitthvað meira núna, eða? Nei, sko, þú veist, ég á 8 kíló í loka markmiðið mitt og þú veist, ég bara orðin róleg og ég bara svo ánægð með bara, veist, hvernig ég er búin að tækla þetta og bara hvað ég er að gera og hvert ég er komin að það eiginlega skiptir mig miklu máli núna, skilurðu, heldur en að vera endilega að vera, þú veist, orðin einhver ákveðin kílótala, sko. Já. Nákvæmlega einmitt og ég maður bara þegar ég fór sjálfur, ég fór svona í gennum mína aðgerða á Reykjalundi og það var svolítið að vera einhverja bara á því ekki vera að pæla í kíló eða eitthvað slíkt, það er bara snýst að líða betur en einhver líður í dag, þú veist áður en þú veist, þið búin að fara í aðgerðina og það vonandi ef við skila sér, þið líður betur í dag, er það ekki? Jú, algjörlega og líka bara, þú veist, eins og ég þarf ofta að segja við sjálfa mig og bara segja við aðra, þú veist, ég meina þegar fólk er kannski að tala við mig þú veist, í gegnum Instagram eða eitthvað að segja bara já, ég er bara búin að missa bara 15 kíló, þú veist, á einhverjum 4 mánuðum og ég er bara, ok, en þetta er samt sem áður 15 kíló á 4 mánuðum, þú náður því allavega ekki fyrir aðgerð, þannig að væntanlega ertu að gera eitthvað rétt og væntanlega er aðgerðin að skila þeim árangri sem allir vilja sjá. Sko, talaði aðeins áðan líka Saxenda og að það hefur verið á því, varstu búin að viðra þessa aðgerð við eitthvað lækni áður eða svona
hvernig fóruð út í það og byrjaði á Saxenda? Já, ég fór og hitti heimilislæknir minn og þetta er náttúrulega lítil stöð sem ég vinn á, eða þú veist þannig, þetta er náttúrulega, þú veist, ég bara þekki minn lækna persónulega og ég fór inn og ég sagði bara, heyrðu, ég vil bara að þú skrifir upp á Saxenda hérna fyrir mig, ég þarf að fá að prófa það því að, þú veist, ef það er ekki bara að virka þá er ég að fara í aðgerð, sko. Og honum fannst náttúrulega mjög mikilvægt að ég myndi reyna þetta áður en að ég myndi kannski fara í aðgerð og það líka bara svo margir læknar sem eru bara hræddir við þessa aðgerði, sko. Þannig ég fekk sérst það upp á skrifað en það var náttúrulega líka út frá því að ég var há í sykri og var greind með háþrýsting og svoleiðis þannig að ég var svo sem alveg kandidat líka í það og fekk það niðurgreitt og en svo var ég bara, þú veist, nenni að vera bara, þú veist, á hverjum einasta degi bara for the rest of my life að sprauta mig, þú veist, ég var bara alltaf bara gul og blá, þú veist, yfir allt magasvæðið og þú veist, mér bara leið illa með flökurt og þú veist, ég var með harðlífi og bara með svona einhverja heilaþoku og veist, þetta var bara ekki alveg að gera sig sko þannig að ég held að ég hafi verið í einhverja 3 eða 4 mánuði á Saxenda og svo bara ákvað ég hætti því sko. Já, þannig að sko þessi sko það sem að Saxenda á að gera allavega er að hægja á er það ekki matar eða tæming og mats úr maganum og Jú, þetta drepur niður, þetta er svona hormónalyf sko, þetta semiglútið sem þetta er ásæst að drepa niður þessa hungur tilfinningu og það var algjörlega þannig sko, ég bara borðaði, þú veist, bara eiginlega jafn mikið og ég er að borða í dag skilurðu og var bara, já, en ég veit ekki, mér fannst eitthvað svona óhuggulegt við það að vera alltaf, þú veist, að ganga með sprautur á mér og þurfa að vera að sprauta mig í magann okkur degi og eitthvað. Já, er þetta þannig, er bara lagt upp með það að fólk sé á þessu alltaf, þetta er ekki á sért á þessi, þú veist, 5 ára á meðan þú reyna að koma þér í eitthvað þyngd eða er þetta bara reyna fyrir lífstíð eða þannig? Sko ég held að það sé bara mjög misjafnt hvað fólk vill gera en ég meina, ég held að það segi sér sjálf bara nákvæmlega eins og þú veist, ef þú breytir þú veist, allt í einu bara ertu komin hann með eitthvað hormónalyf sem að lætur þig borða mikið minna, svo náttúrulega þú hættir, þá náttúrulega ferðu kannski svolítið aftur tilbaka í það að geta borðað aftur sama porsjónið, skilurðu, og ég efast að það sé eitthvað að fara að endast einhverjum vel, þú veist, út lífið þú veist, þetta hefur ekki þannig áhrif, þetta er bara, þú þarft að vera að taka þetta lyf ef þú ætlar að vera með áhrifin af lyfinu, skilurðu. Þannig að það sem aðgerðnar í rauninni gera bara líka, þær hjálpa manni fyrst og svo eftir, þú veist, 2, 3, 4, 5 ár, þá þetta orðið svolítið manni sjálfum komið, þannig að ég var ekki að veist hvernig það væri þá með þessi lyf, en sko varstu alveg ánægð með allan undirbúning sem þú fékkst að þessar blaðsíður frá klíníkinni og ekkert svona sem þið fyrst að vanta í neitt varandi undirbúningin? Nei, ég held bara, sko, ég var samt búin að upplifa sko klínikina eins og rosa mikið bara svona færibandavinnu ef ég vera alveg hreinskilin sko og þú veist það var bara ég veit ekki, þetta bara svona gerðist allt bara ógeðslega hratt og þú veist, ég svo sem þurfti ekkert að fá eitthvað svona þannig undirbúning að ég var bara ákveðin, ég vissi bara að þetta var það sem ég vildi og ég var að fara að gera þetta, þú veist, sama hver ætlaði að segja mér sko en það er ábyggilega fólk þarna úti sem að fer bara mjög illa undirbúið í svona aðgerð skilur og þá held ég að það myndi þurfa miklu meira svona stuðningsnet í kringu sig, akkurat að fá inn, þú veist, kannski fara að tala við sálfræðing eða eitthvað félagsráðgjafa eða eitthvað svoleiðis, þú veist, að reyna svona að finna kannski líka, þú veist, ertu matafíkill eða ertu bara með, þú veist, þennan offitu sjúkdóm skilur þannig að þú bara borðar lítið skilur og ert ekkert endilega bara alltaf í einhverju nammi eða einhverjum kolvetnum en ert samt bara í mikilli ofþyngd. Þú veist, það svona skiptir líka máli kannski, þú veist, hvað maður að díla við áður maður fyrir aðgerðina, sko. Já, einmitt. Og hvað myndur þú segja, hvernig heldur staðan á þér væri í dag og hefur þér til dæmis ekki farið fyrir árið síðan í þessa aðgerð? Veistu það, ég bara, veist, ég hef ekki einu sinni pælt í því, sko, en það væri bara alls ekki góð staða, sko, og ég man bara, þegar ég tók þessa ákvörðun að fara í aðgerðina þá bara settist ég niður með sjálfur mér og ég skrifaði bara ástæðuna fyrir því af hverju ég er að velja að fara í þessa aðgerð og það sem ég skrifaði það kom aldrei neins staðar fram bara að ég vil vera mjó eða eitthvað. Nei, það var basically bara
mér langar bara í meira frelsi, mér langar að geta gert það sem að, þú veist, mér langar til að gera, mér langar að geta farið bara í zipline og ekki þurft að googla hver þyngdartakmörkinin eru eða verið með áhyggjur af því, þú veist, að setjast í stól eða eitthvað svoleiðis, það var mín svona megin ástæða, sko. Einmitt. Ert þú þá eina af þeim sem að svona, þurftirðu framlengingu á belti í flugi, til dæmis? Herðu, ég var til dæmis ekki komin þangað, en það var mjög stutt í það. Ég fór út, sko, þarna nokkrum mánuðum áður en ég fór í aðgerðina og það var bara, þú veist, það mátti ekki neinu muna, sko. Þannig að það ekkert svona sem þú lítið tilbaka, ekkert sem þú hefði viljað gera öðruvísi varðandi aðgerðina sjálfa eða þessa leið? Nei, sko, ég held, mér fannst ég var alveg rosa góð þarna svona fyrst, en svo því ég var komin þarna á mánuð, held ég 5 eitthvað, þá fannst mér svolítið vera svona búin að missa svona aðeins strúktúrin svona í kringum af hverju fór í aðgerðina og hvað það var sem ég þurfti að gera, þú veist, til að breyta bara mínu líferni. Ég meina, ég var að, þú veist, og ég var svo hrædd að missa þessu tækifæri sem að aðgerðin gaf mér. Þú veist, ég vaknaði á morgnana og ég fekk mér Seriós og kannski fekk mér bara ristabrauð og, þú veist, þannig ég var ekkert svona, ekki það að Seriós og ristabrauð sé eitthvað óhollt, en þú veist, þegar þú ert búin að fara í svona aðgerð, þá náttúrulega skiptir bara máli númer 1, 2 og 3 er bara að koma niður prótíni, þú veist, og velja, skilur, alltaf betri og hollari kostin. Og ég fannst ég þarna vera komin á okkur svona braut, að vera bara á okkur svona crossroads og bara hvað, þú veist, ætla ég að halda áfram bara í sama lífinu og ég var, eða ætla ég að breyta ykkur, og það er ástæðan einmitt af hverju ég opnaði þetta dæmis Instagramið mitt. Það var bara að því að, sko, mér fannst ég þurfa að taka mitt líf í gegn og ég var bara, ef ég er með fullt af fólki sem er bara búið að ralja í kringum mig og ég get hjálpað öðrum, það verður þá líka pepp fyrir mig. Já, einmitt, og er þetta ekki líka að sumir segja það þeir eru ákveða það svona opna sig á Instagram með eitthvað svona, er þetta ekki bara ágætt þess líka bara svona dagbók fyrir mann sjálfan til að geta séð hvað maður er búin að vera að bralla? Jú, algjörlega, og bara, þú veist, þegar ég var búin að ákveða að fara í mína aðgerð, þá var ég alltaf inn á TikTok og Instagram að reyna að finna, þú veist, einhverja sem að voru að tala þú veist, hvað voru að borða, því ég var alltaf svo mikið að spá bara hvað er ég að fara að geta borðað eftir þessa aðgerð og hvað get ég borðað mikið og hvað gerist ef ég borða þetta og ég fann alltaf bara content á ensku og þú veist, enskt content er bara allt öðruvísi, þau, þú veist, og sérstaklega eins og Bretar, þeir eru bara með allt öðruvísi mat en við. Já. Þannig að það sem að þau voru að borða, ég náði ekkert að vera eitthvað, ég get ekkert að hafa út í krónu og keypt það sem að þau eru að kaupa, sko. Nei, nákvæmlega. Þetta er líka bara sem þú segir, það er einmitt bara eina af þeim ástæðum akkur þetta hlaðvarp sem við erum hérna í núna varð til, því að fólk getur bara hlustað á sögur eins og þessa. Og það er bara svo mikilvægt líka bara, þú veist, að fólk fá að heyra, þú veist, ekki bara að sjá bara fyrir og eftirmyndir á Facebook, bara hjá okkur konu eða kall sem er bara búin að missa bara 50 kíló og er bara í sínu besta formi, en þú veist, hvaða leið fór hann, skilur ég, þú veist, var þetta alltaf bara glimmer og unicorns eða fór hann í gegnum einhverja erfiðleika og þú veist, við förum öll í gegnum erfiðleika og mér finnst mikilvægt líka bara að tala um það og líka bara því að þessar aðgerðir hafa verið svo ótrúlega tabú í gegnum árin. Einmitt. Og mér finnst bara ekkert tabú, mér finnst þetta bara ógeðslega töff að bara taka þetta skref og bara þora að viðurkenna bara að þú ert bara föst í einhverju vandamáli og þú ert bara að leita þér aðstoðar. Algjörlega, því að ég veit alveg persónulega þau dæmi að fólk hefur farið í svona aðgerð, segir engum frá því og þá er ég auðvitað ekkert sá sem er að blaða eitthvað hverjir það eru, en fólk sem fer í svona aðgerð segir ekki neinum frá þessu og mæti síðan í fjölmiðla og segir ég bara byrjaði að borða holtar heiðið mig, þú veist, og það er svolítið mikið verið að hvernig ég orða það, fyrir hina sem eru að reyna nákvæmlega það og ekkert gengur, þá er þetta svolítið mikið svona verið að segja öllum, fólk getur fengið það á tilfinninguna á, ég er aumingi, ég get þetta ekki. Já, þetta er bara slap in the face, þú veist, og ég meina sérstaklega eins og fyllta samfélagsmiðlastjórnum skilur sem hafa verið í ofþyngd kannski alla sinni tíð, svo bara allt í enn eftir bara nokkra mánuði er það bara orðið bara hói og slang og þau bara, nei, ég byrjaði bara að borða meira prótein og maður bara, nei, Nákvæmlega, það er bara einmitt líka til læknar sem hefur rætt við og þeim hefur ræðið einmitt svona nákvæmlega ykkur svona veitur sem hefur séð og segir kannski lækninu bara að sko, ég veit ekkert akkurat sögunni hjá þessum aðila en þessi var ekki að gera þetta á 8 mánuðum eða eitthvað, það er ekki fræðilegur.
nákvæmlega, og þetta bara, maður sér þetta bara og mér finnst það sorglegt og það eru, ég er alveg með fylgjendur á mínu Instagrami líka sem að, er mér bara að burðast með þetta bara einir af því að þeir þora ekki að segja frá þær og að fara í aðgerð og ég bara, ég finn bara svo til með fólki sem að, finnst eins og þau þurfa að lifa bara í einhverju skömm af því að mér finnst þetta bara svo ógeðslega töff og mér finnst þetta svo cool bara að geta sagt þetta bara uppátt og bara, ég bara tók þessa ákvörðun bara til að bjarga mínu lífi, skilurðu. Já, algjörlega. Þá langar mér líka aðeins að spyrja út í annað, það sem kom mér eiginlega svolítið óvart bara þegar ég byrjaði með þetta hlaðvarp, hvað konur eru miklu duglegri samt að opna sig og segja sína sögu. Ég er nú búin að vera með kallmenn í viðtali samt núna, það lengi vel bara enginn, en þú ert núna í 19. þættinum og ég er með 3 kallmenn hingað til og allt eitt konur, þannig að finnst þér kallmenn eitthvað að vera meira, eða hvernig horfir þetta við þér? Eru konur bara meira opnari með svona eða? Já, og ég held líka bara að að því það er sett bara allt öðruvísi standardar á konur, skilurðu. Algjörlega. Og þannig að við erum svona viðkvæmari í raun og veru fyrir kannski útlitinu okkar, svona allavega út á við, skilurðu. En og bara alveg svo bara mínu Instagrami, ég held að ég sé kannski með eitthvað undir 10 kallmenn á mínu Instagrami, Ég bara og ég veit ekki af hverju þetta er eitthvað meira tabú hjá köllum að segja frá, en ég hugsa að sé líka bara, þessi útlitis standardar sem eru settir á konur í dag eru náttúrulega bara fáránlegir. Algjörlega, og hefur einhvern veginn verið þannig bara rosalega lengi, þetta náttúrulega kannski hefur við jafnvel mögulega eitthvað versnað með, eða ekkert mögulega, þetta hefur bara snar versnað með öllum þessum samfélagsmiðlum, þar sem að fólk yfirleitt kýs að sína bara glansmyndinar á Instagram. Það gleymist alveg, þetta er svona púsluspil sem búið að taka út fullt af púslum og raða þessu meira saman. Það vantar rosalega mikið inn í þetta púsl til þess að sína raunverulegt líf. Já, algjörlega, og ég held líka bara, að bara við konur, við erum núna bara, með allir þessi vitundavakningu í dag, erum við bara svolítið að rísa upp bara opaslega sterka núna og reyna að sýna fram á bara líkamar eru alls konar og við getum gert alls konar og við erum ekkert minna heldur en kallmaður og þess vegna heldur líka konarnar séu orðnar svona hávarar í dag, eða hliðin á kallmönnunum er bara því að við erum bara búin að vera bara í einhverjum bardaga bara núna bara síðastliðin ár og sérstaklega með þetta eins og nefnir þetta, með aðkomu svona samfélagsmiðla og bara eins og bara Kardashian-systur og allt þetta, það bara settur bara ákveðin standard hvernig við eigum að líta út og bara fullt af fólki sem bara neitar núna bara taka þátt í þessu bulli, skilur, og er bara að láta í sig heyra. Já, algjörlega. Mér finnst líka kallmenn svolítið látað að hljóma þannig eins og þetta sé bara vandamál hjá konum, sem það náttúrulega bara alls ekki. Nei, alls ekki, en þá kom inn þessi standardar og svona, en ég held líka bara, ég hvet kallmenn, skilur, til að tala bara sína sögu og koma, eins og í þetta podcast og bara og tala bara upp á þetta, því að, það þarf bara hugrekki líka til að opna sig og til að segja frá og það er bara stórt skref, skilur, að ætla kannski að vera eitthvað svona brautryðjandi, skilur, í fá að tala fyrir kallmenn, skilur, eins og þú bara að gera með þessu podcasti, þannig að ég bara er alveg á því að kallmenn þurfa líka að koma fram og opna sig meira með þetta. En eins og bara með þitt Instagram, ertu að fá ykkur, ég veit ekki hvernig ára, ertu að fá ykkur neikvæð viðbröð eða svona, er ekki allir bara frekar peppaðir? Ég bara er eiginlega bara in awe, hvað fólk er bara frábært og ljúft og gott og auðvitað náttúrulega, eru eitthvað svona skemmt eplin á milli, skilurðu, og fólk lætur sig alls konar varða og ég meina ég fekk nú bara skilaboð í gær, við vorum að fara með krakkana upp í bústað og og þá fekk ég 2 eða 3 skilaboð bara akkur að vera með að fara upp í bústað með börnin á mánudegi, það væri nú þriðjudaginn eftir og væru þau ekki í skóla eða er ég bara að leika mér að gefa krakkanum frí í skóla. Ég bara svona, í fyrsta lagi var starfsdagur í öllum skólum á Selfossi í dag, þannig að þau voru ekki að missa skóla, en þá myndi ég ræða þetta við manni minn og hann sagði bara, myndi mig á bara, hei, þú ert með opið Instagram, skilur, og þú ert að segja frá og þú verður þá að geta tekið líka þegar fólk hefur eitthvað að segja, sem náttúrulega maður gerir, en stundum maður svona smá svona viðkvæmari og ég var alveg komið inn á Instagram og bara, ég hef grátið og hlegið og ég var að segja frá þeim daginn, ég var að gubba og ég bara, einhvern veginn, ég sjæna bara ekkert frá neinu, skilur, og bara segja frá öllu og er bara opinn og það er bara, ef fólk finnst það eitthvað, þá bara getur það veit hvert einnar eru, Já, algjörlega, sammála, og það er þegar maður er að fá, mann langar svo mikið að hjálpa öllum, þannig þegar ég er að fá eitthvað skilaboð á mitt Instagram sem
bara 100% tilvika bara í engaskilabóðum reyndar. Maður verður bara langa svo mikið að bara hjálpa öllum. Ef maður getur eitthvað svona lagt í inn í umræðuna. Já, algjörlega. Mér fannst það bara skipta rosa miklu máli bara akkurat að geta hjálpa fólki og ég held samt, ég tek alltaf fram með fara í eitthvað svona, stórar umræður, ég kalla það þegar ég sest í umræðustólinn, það þegar ég sest í make-up stólinn, maður er að fara að mála, maður er að fara að taka upp eitthvað ákveðna umræði, að fólk svona, já, það getur, maður þarf svolítið að passa sig sko líka, og fólk sendi mér alls konar sko, ég stundum held ég, eins og ég hef alltaf þurft að taka fram bara, ég til að taka fram hérna, ég er ekki næringafræðingur eða læknir á klínikinni eða, að því að maður fær alls konar spurningar og bara mjög skrýtnar spurningar, en yfirleitt er þetta allt bara yndislegt og yndislegt fólk sem er bara ótrúlega þakklátt fyrir mig og það var mitt sími minn var að poppa upp núna, einn var að senda mér að þakka mig fyrir að vera með hennar miðil og hvað ég er búin að gefa henni margar góðar hugmyndir og bara endalaust af takk og hjörtum og eitthvað. Já, algjörlega. Hvernig svona bara fólki þitt, svona þeir sem þú umgengst, þú segir þú býrð á Selfossi og væntanlega ertu ennþá að lendi þar að komið áfrá aðgerð, væntanlega ennþá að lendi því eitthvað að hitta fólk sem er langt síðan þú hittir síðast. Er fólk eitthvað svona, fá eitthvað svona, við sýnir eitthvað svona sjokk við bara, vó, hei, þú nú búin að grennast eða? Já, og ég nefnilega sko lendi mitt í daginn, fór út að borða ég með manninu mínum og börnunum mínum og það var með einn sem ég var ekki búin að sjá í 1 ár og hún bara vá, bara ertu að djóka, þú er bara ógeðslega mjó, og var bara, og hún var svo ýkt, sko, þessi viðbrögð var svo ýkt hjá henni og ég vildi ekki segja takk, af því að akkur að ég segja takk fyrir það að ég sé, orðin mjó eða mér fannst þetta eitthvað svo skrítið og ég vildi líka heldur ekki sýna krökkunum mínum, ég meina ég fyrirmyndin þeirra, á að vera að preisa mig fyrir það að vera orðin grennri en ég var, skilur þetta er svo fínt svæðið, sko, þetta er svo grá lína þarna. Já, algjörlega og eins og það að vera mjór sig, það því að það er eiginlega bara tveir pólar í þessu, það er líka bara fólk sem er einmitt að díla við það að vera vanart kannski og er að reyna sitt besta í að bara þyngjast eitthvað og þetta getur alveg verið jafn særandi fyrir það að heyra váhút og ógeðslega mjó eða eins og bara váhút og ógeðslega feit. Já, guð, algjörlega og ég meina, og segðu þá freka við mig bara vá hvað lítur vel út eða eitthvað svona og svo líka annars, sko, eins og eitt sagði við mig daginn, bara fjölskyldumeðlumur, hann bara vá, þú lítur svo vel út, búin að grenna svo mikið, gerður þetta sjálf eða fórst í aðgerð og ég bara svona, ég gerði þetta sjálf þrátt fyrir það að hafa farið í aðgerð, það var engin Aðalsteinn býr ekki heima á mér og sér mig frá degi til dags þó svo hann hafi gert þessa aðgerð á mér, sko. Nei, það er bara það sem að kannski einn helst það sem að manni finnst fólk ekki áttu þessu sérstaklega þeir sem hafa ekki farið í svona aðgerð og sérstaklega þeir sem að þurfa ekki á svona aðgerð heldur að halda í fólk sem er bara, hvað maður segja, bara í eðlilegri þyngd eða svoleiðis, hvað er eðlileg þyngd reyndar, en að það er svo það hugsi að þetta sé einmitt svolítið mikið í svona quick-lausn, að bara einmitt gerður þetta sjálf eða fórstu í aðgerð, þetta er held ég að síðasta sem að fólk ákveður, þú veist að ég veit allavega ekki neitt, ég er búin að taka nokkuð mörg viðtöl núna og líka bara ræða fólk, ég veit ekki neitt sem að bara hoppaði í þetta bara án þess að vera búin að reyna nokkuð annað. Nei, en ég skil samt alveg fólk, þetta er náttúrulega bara fáfræði, sko, og ég skil alveg, þessa pælingu og þessu hugsunni fólki, en það finnst mér líka mikilvægt, að við erum að ræða þetta og bara opna á þessa umræðu, og ég meina eins og fyrir mig, ég meina, ég passa mig, skilur, í hvern einasti biti sem ég tek er hugsaður og hver einasta máltíð sem ég plana er hugsuð, skilur, og plönuð og allt sem ég geri er plana fyrirfram, ég meina, ég er fyrir ræktina og ég er út að labba á hverjum degi og ég er að gera alla þessa hluti og þess vegna finnst mér svo mikilvægt líka, ég segi alltaf við fólki mitt á Instagram, skilur, sko, aðgerðin sjálf er bara, sko, tækifæristól sem ég fekk í hendurnar og aðgerðin gerir mig kleift að sjá árangur. Ég gerði þetta alveg líka áður en ég fór í aðgerð, en ég sá bara engan árangur. Nei, nákvæmlega.
eins og það er bara alltaf að tala aðgerðin hjálpartæki en ekki töfralausn. En Kata, hvernig annars bara lífið í dag? Og hefur eitthvað maður séð eftir þessu á þessu ári? Nei, ég hef aldrei séð eftir. Ég ætla að segja það sama og það var ein eldri kona sem sagði við mig þegar ég spurði hvort hún segi eftir sinni aðgerð að það var bara ég sé alveg eftir að hafa ekki bara gert þetta fyrr. Og en ég bara ótrúlega ánægð og ég bara svo stolt á sjálfur mér og bara líður ótrúlega vel bara hvar ég stödd núna og auðvitað náttúrulega á ég alveg eitthvað í land en ég bara spennt fyrir framhaldinu sko. Katrín Alexandra Helgudóttir, kærar þakkir fyrir að segja þína sögu hérna í þessu hlaðvarpi. Takk fyrir að fá mig. Ég þakka henni Kötu Katrínu Alexandru Helgadóttur kærlega fyrir spjallið þér í þessum þætti í dag og þið séu vel að fylgjast með henni þá er hún inn á Instagram Hjáveitu-lífið, finnið hana undir notarnafninu Hjáveitu-lífið. Og svo minn ég á netfangið gunsi@gunsi.is ef þú vilt hafa samband til að segja þína sögu hér í þessum þættim. Í næstu vikum þá er komið að 20. þætti þessara hlaðvarps og það var alltaf pælingin þegar ég fór á stað með þetta hlaðvarp að heyra líka í fagfólkinu sem er að starfa í þessum geira. Hvað hefur það þetta allt saman að segja? Og í næstu vikum er einmitt fyrsti þátturinn af slíkum en þá ætla ég að fá til mín hana Erlugerði Sveinsdóttur en Erlugerði þekkja margir í gennum störf hennar við mín besta heilsa. Svo er hún starfað að Reykjalundi líka sem langt þar og ég veit ekki hvað þannig ég er mjög spenntur að heyra í henni bæði þessar aðgerðir allar saman og svo líka þetta sem að virðist svona nýtt á nálinni svolítið allavega ég sjálfur fór ekki að heyra mikið þessi lyf við offitum sem eru kannski fyrst og fremst sykursýkislyf að ég held fyrir bara fyrir svona 3 árum síðan eða eitthvað og þetta er eitthvað búið að springa allt saman út núna en ég er mjög spenntur að spjalla henni Erlugerði það allt saman. En ég segi þetta gott í dag, Gunnar Ásgeirsson þakka fyrir sig, heyrust í næstu viku.